skóli án aðgreiningar náttúrulega eitthvað sem allir sjá mjög bersýnilega að var aldrei að fara að virka, en hins vegar miðað við þá svona umræðu en svona samfélagsþróunir varðar ýmis mál, að þá hefur náttúrulega ekki mátt aðgreina neina hópa, og það sem hefur náttúrulega gerst að krakkar sem eru með sérþarfir og þurfa á meiri þjónustu að halda hafa bara verið slengt inn í bekk, þar sem umsjónarkennarinn hefur náttúrulega enga getu til þess að takast á við það verkefni, bæði út af því að hann ekki með sérþekkingu á þessu sviði, en einnig út af því að hann með 20 aðra krakka, þar sem að þessi sem með sérþarfir þarf miklu meiri athygli, og þetta kemur náttúrulega niður á þeim krökkum sem að fyrir hendi eru. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 13. janúar og árið 2026. Nú bara þetta vanalega, ef þú ert að hlusta á þetta á opinberri veitu en svo á YouTube, þá mátt endilega gera subscribe á þessa rás. En þú mátt líka veita það að þú ert að hlusta þannig að þátt viku síðar en aðrir, en til þess að hlusta á þetta efni og allt annað efni hlaðvarpsins Ein Pæling, þá ferðu það sjálfsögðu inn á partus.is/einpæling og gerist þar áskrifandi, ferð þaðan í RSS-lekkir og setur þennan þátt í þína veitu og þá færðu alltaf meldingu þegar að nýr þáttur kemur. En vindum okkur í efni dagsins, Inga Sæland, sem að ég ætla að viðurkenna það, ég búinn að vera svona svolítið leiðilegur við hana núna gegnum tíðina og undanfarið, en hins vegar þá verði ég að hrósa henni fyrir það sem að hún núna stefnir að því að gera, en það að svona takast á við, ákveðna svona anga menntakerfisins sem að löngu tímabært, og hún ætlar núna að innleiða hérna kerfi sem heitir Kveikjum neistann, og hún sagði þetta í þætti Kristjáns Kristjánssonar sem heitir Sprengisandur og á Bylgjunni að sjálfsögðu alla sunnudaga. En þar sagði hún einfaldlega að það fyrsta sem hún ætlar að gera þegar hún kemur inn í þetta menntakerfi, það að segja núna hún náttúrulega nýr barna- og menntamálaráðherra eftir að Guðmundur Ingi fór þaðan frá, en hún ætlar sem sagt að innleiða Kveikjum neistann og vaða í læsi drengja, sem eins og ég segi löngu tímabært, en það þó ber að hrósa því sem að vel gert, og ég svolítið þakklátur fyrir það að Inga Sæland sé þarna, því að alveg saman hvað manni finnst hana, að þá vil ég fá smá skómáls orku inn í þetta. Ég vil fá svolítið þessa orku sem að, var í því þegar hún alltaf hringir í skólastjóra á sínum tíma og veður í hann fyrir út af hérna týndu skópari. En það svolítið saman með þetta. Við með týnda kynslóð varðar læsi, og það mjög mikilvægt að eitthvað sé gert í því. Skólakerfiðinu ekkert endilega alfarið að kenna, en hins vegar þá það búið að vera þannig undanfarin ár og í svolítið langan tíma að nú þegar við búum við þann veruleika að til dæmis skjáir og annað og athyglishagkerfið alfarið þannig úr garði gert að krakkar hafa í raun enga hagsmuna af því að læra að lesa, að þá fyrir lestur niður, sem að náttúrulega eitthvað sem að kemur fram töluvert síðar, en við þurfum aftur á móti að gera okkur grein fyrir því að þetta öryggismál þjóðarinnar, og ég reyndar hef ekki sett það í þetta samhengi hingað til, en ég var að hlusta á Sóleyju Kaldal sem hefur náttúrulega verið að vinna held í hjá NATO og annars staðar sem svona ráðgjafi, og þar sagði hún einfaldlega að læsi, sérstaklega náttúrulega drengja, en læsi almennt hjá ungum krökkum væri stærsta öryggismál þjóðarinnar, út af því ef við værum ekki stakk búin til þess að vinna úr þeim upplýsingum sem að fyrir okkur að þá væru við ekkert að fara að tala almenn öryggismál. Og mér þótti það þegar hún sagði það, því ég núna náttúrulega að vita margir að ég búin að vera að tala Kveikjum neistann og fleiri kerfi og læsi og annað, og náttúrulega símatíma og skjátíma ungs fólks í mjög langa tíma, að þegar ég heyrði það þá var ég jafnvel svona svolítið dramatískt að segja að þetta sé eitt stærsta öryggismál þjóðarinnar. En svo fór ég bara einhvern veginn að hugsa það, og en ég ekki með neinn góður rök gegn því. Og fyrir þá sem ekki þekkja, þá náttúrulega Kveikjum neistann svona
kerfi Hermundar Sigmundssonar sem að mínum mati algjör snillingur. Ég ætla líka að fara svolítið yfir svona söguna eins og hún horfir við mér undanfarin ár, hvað varðar sérstaklega þá Hermund. Jón Pétur Símsen hefur náttúrulega komið að þessu, Íris Róbertsdóttir náttúrulega keyrði í gegn í Vestmannaeyjum með miklum árangri. Lindaskóli hefur líka verið að setja þetta á laggirnar með miklum árangri, og það sem hefur náttúrulega verið sérstaklega skrítið í kringum þessi mál að einhvern veginn þá hefur menntakerfinu og þeir sem að koma að því, menntavísindasvið Háskóla Íslands hefur líka með þetta að gera, að það hefur verið hægt að hunsa í rauninni árangur Hermundar í lengri tíma. En ég ætla að koma inn á það nú eftir smá, en bara þannig að þið kannski fáið smá svona kjarnan það hvað í rauninni að gerast í dag, að þá ætla ég að byrja á því að sýna ykkur stuttmyndband bara úr þessum þætti Kristjáns, þar sem hann að tala við Ingu Sæland. Það kom í ljós núna, það voru ný gögn sem við vorum að fá bara núna fyrir jólin, bara núna í haust. Þar sem að, til dæmis þegar ég stofna Flokk fólksins 2016, þá talað að lesskilningu barna með, stúlkur stóðu sér þó nokkuð mikið betur þá, en þá voru það 21-4% drengja sem að voru með lélegan lesskilning eða nánast ólæsir eftir 10 ára skólagöngu. Það var lægri prósenta stúlkna sem að bjóði þann veruleika. Þetta hefur nánast tvöfaldast á tímabilinu. Ég held að þetta hafi verið 46, frekar en 7% núna drengja sem að mælast með lélegan lesskilning eða nánast ólæsir eftir 10 ára skólagöngu. Ég vil strax segja það. Ég hreinlega að rétta fram hendurnar og biðja sveitafélögin okkar og kennarasamfélagið og alla að aðstoða við að breyta kerfi sem hefur brugðist algjörlega hvað þetta varðar, bara brugðist. Og ég segi fyrst og síðast náttúrulega, ég að sjá, jável kennarar hafa tjáðsum og sagt þessi kona segir amma upp á dekk og hún að gefa það í skyn að við kennarar, það sé okkur að kenna að börni sé, þetta bara allránt, aldrei, það kerfið sem hefur brugðist. Kerfið hefur líka brugðist kennarunum okkar, margir kennararnir okkar að bugast. Hvað áttu við með orðinu kerfi í þessu nákvæmlega? Ég bara tala það kerfi sem að hefur aðferðirnar eða akkurat, það bara til dæmis Finnar voru að skrapa botnin hvað leita PISA og öðru slíku fyrir allnokkuð mörgum árum síðan. Þar voru allir helstu sérfræðingar í menntamálum teknir að borðinu og sagt við verðum að snúa skipinu við. Þetta gengur ekki upp, við erum bara lóðbeint niður með neikvæða útkomi fyrir börnin okkar, framtíðin og allt. Þannig að þeir komu með þessa leið sem ég hef verið að kynna mér, sem að svoköllu finnska leið. Þar sem að meira hort á barnið sem einstakling heldur en sem heild í einhverju boksi þar sem allir eiga nánast að vera eins. Þar lögð sérstök áhersla á gleði og hjálp við barnið strax til að læra að lesa, finna sig öruggan í bekknum sínum. Það meiri leikur, útivera og lestur, ekki verða að bæta á barnið landafræði, sögu og öðrum tungumálum þegar það ólæst og annars líkt. Þetta hefur verið mikið stórt starfsverkefni við foreldra og bara samfélagið, finnska samfélagið. Ég vildi láta mig dreyma að við getum tekið saman höndum og skoða þetta í alvöru. Það þetta ég heldur einnig að allir menntamálaráðherrar sem hafa setið þetta mörg undanfarin ára hafi sagt nána sömu setningar. Já, þá verð ég að segja það að það hefur þó eitthvað verið í blóðrósinni hjá þessum blessuðu ráðherrum vegna þess að ég hef aldrei hlustað á þessa setningu, hún bara popp út úr mér hér og nú. En þeir voru hugmynd. En þeir voru ekki að innleiða og leggja áherslu á innleiðingu á þessu kveikjum neistan kerfi sem ég ætla að gera. Kveikjum neistan verkefni sem ég að leggja áherslu á. Já, þú ætlar að innleiða það. Sem í Vestmannaeyjum núna og hefur gefist mjög vel. Lindaskóli að taka upp. Ég heimsótti Vestmannaeyjum daginn og fór í skólan og fekk að kynnast starfinu og gleðinni sem það ríkir sem aðdánaverð. En við verðum líka átt okkur á því að við getum ekki haldið áfram að búa svo að stórum skólum og með mjög þunga nemendur að því leiti til að við erum að fá hundruði ungra barna inn í menntakerfi okkar hér sem eru ekki talandi á íslenska tungu. Þau eru bara inn í almennu bekk með öðrum börnum og kennararnir eru hreinlega að bugast margir hverjir þegar þeir undan álagi þegar þeir koma heim.
eftir erfiðan og strangan vinnudag. Allir vilja gera sitt besta og þarna vil ég virkilega eiga samstarf og halda okkar við til dæmis í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu þar algjörlega breytt verklag þar sem að við höfum tekið fyrir ákveðin mál, ekki verið með alla bolta og lofti í einu, heldur fókusað að einbeita okkur að helstu og sterkustu málunum sem við þurfum að ráðast í strax. Já, sko, og þessu ber bara að hrósa. Þetta einfaldlega frábært framtak Ingu Sæland. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Það ber bara, eins og segja, að fagna þessum miklu tíðindum. Og ég hef náttúrulega í mjög mörg ár, sérstaklega eftir ég kynnist Hermundi sem í COVID, hvort það sé 2020 eða 2021, að þá bara varð mér ljóst að þetta væri eitthvað sem að augljóslega ætti að nýta. Og það sem að sérstaklega ef við snúum okkur aðeins að bara Hermundi sem einstakling, að þá held ég að hann sé sá einstaklingur sem hvað best í stakk búinn til þess einmitt að takast á við þetta verkefni og hann ég hef ekki heyrt það frá honum, hann ekki að barma sér endilega yfir þessu en aftur á móti þá hefur verið ótrúleg andstaða gagnvart hans hugmyndum bæði innan menntavísindasviðs og annar staðar. Hann náttúrulega að kenna í Noregi og hann í samskiptum við Sisimiali og sem reyndar held ég fallin frá en alla þessar einstaklingar sem að hafa náð hvað bestum árangri sérstaklega á Norðurlöndunum og þá sérstaklega í Finnlandi að hann hefur verið í samskiptum við þessa einstaklinga og verið að móta kerfið sitt, þar að segja þetta kveikjum neistan sem þá svona sér sniðið að Íslandi, þetta í sjálfu sér finnska kerfið nema aðsniðið að Íslandi þar sem að hann hefur verið að smíða þetta núna í lengri tíma og sýnt fram á árangur allstaðar þar sem að hann fær að hafa eitthvað málin að segja en á einhverjum óskiljanlegum ástæðum að þá hefur hann mætt mikilli andstöðu sérstaklega hjá þeim sem að hafa svona tögluhaldir í menntakerfinu og það sem að náttúrulega mikilvægt í þessu að þetta eins og ég var að segja áðan löngu tímabært að sjálfsögðu en Inga ætlar greinilega að svolítið bara taka í handbremsun á þessu og þetta hefur þetta snýr líka að svona ákveðnum þáttum sem að ég hef náttúrulega mikið verið að fjalla á þessum vettvangi þar sem að ég hef verið að reyna að færa rök fyrir því að fólk sem að segist vera með betri hugmyndir heldur en aðrir en geta aftur á móti ekki sýnt fram á árangur hljóta að þurfa að stíga til hliðar á einhverjum tímapunkti og fólk segir já, nei, en ég meina þú varst að nú að nefna þetta áðan, það símarnir og fleira, það breytt samfélag, það fleiri útlendingar, það fleiri þættir sem að hafa áhrif á lestur barna og það bara, já, gott og vel, allir þessir þættir hafa sjálfsögðu einhver áhrif á PISA-kannanir og annað, en af hverju það samt sem áður þannig að allir þessir nýju hópar sem komnir inn í samfélagið og allar þessar greiningar og fleira, allir þessir einstaklingar sem að hafa einhvers konar áskoranir sem að flestir hafa ekki, sem að hefur þá að gera sérstaklega með lestur og tungumálið, af hverju getur Hermundur þá líka sýnt fram á betri árangur hjá nákvæmlega þessum einstaklingum? Þá þurfum við að fara að spyrja okkur miklu stærri spurninga það hvernig við eigum að snúa okkur í nákvæmlega þessum málum.
og ég sko tel þetta náttúrulega að einhverju leyti hugmyndafræðilegt. Maður hefur til dæmis verið að ræða við ýmsa einstaklinga innan skólakerfisins og þar ég einmitt að reyna að færa rök fyrir því að Hermundur sé sá maður sem við ættum kannski hvað mest að hlusta á þetta því að hann bara með, ég ætla ekki að kalla það þráhyggju, hann með bara einblindan vilja að því að vilja sjá betri árangur barna og það sko seiglan hans og þrautseigja svo aðdáunarverð að það eiginlega bara með engu lagi líkt. En eins og segi þá hefur hann mætt andstöðu og það hefur þá sérstaklega verið frá fólki sem hefur einhvers konar hugmyndir jöfnuð og að við þurfum að vera að jafna stöðu barna og við þurfum meira að vera að huga að því að allir verði einhvern veginn nákvæmlega á jöfnum grundvelli varðar skólakerfi. Það að segja allar hugmyndir það að skara fram úr séu einhvern veginn varhugaverðar. Og svo ég seti þetta nú aðeins í betra samhengi þá ætla ég að spila stuttan bút fyrir ykkur þar sem að ég tók viðtal. Þetta örugglega, ég held ég hafi tekið 6 viðtöl við hann eða eitthvað. Þetta tekið fyrir rétt rúm ári og þarna ég að tala við Hermund Kveikjum neistan og þarna útskýrar hann það svolítið vel hvað þetta kerfi Hefðbundið skólastarf og öðruvísi heldur en það nútíma skólastarf eins og það byggt upp í dag, öðruvísi kerfi. Hefur sýnt fram á góðan árangur í Vestmannaeyjum. Nú Lindarskóli búinn að taka þetta upp. Hvernig hefur það gengið? Það gengið bara vonum framar og eins og segja það þeir fengu að kynna sér verkefnið í fyrravetur þessar síðasta skólaár 23-24 sem sagt það í fyrsta bekk vel að merkja og þetta sem sagt heilsta nálgun skólastarfsins þar sem við erum búin að breyta svolítið skóladeginum allt innan ramma aðalnámskrá, við tekum á því þegar við vorum að byrja í Vestmannaeyjum og það sem svona mikilvægastu póstatin í verkefninu þess að við erum með þessa hreyfingu alla mótna, helst í fyrsta öðrum tíma til þess bara að, þú veist, þetta bara, ég sé það eftir, akkur og svo erum við með styttri tíma, ekki meiri 30-40 minútur tíma og 10 mínútur pása allt á milli. Eftir hádegismatinn þá farið þjálfuna tíma. Þá fá allir krakkar þá styst á veg komnir og aðstoða þá 4 tíma í viku og hinir fá þá 4 tíma með áskorunum með færni. Fyrsta árið aðal áherslan á lestur, annað kemur stærðfræðin og þriðja kemur náttúrufræðin. Svo erum við með þannig að við erum með hreyfinguna, þjálfunartíman og svo kemur ásturitímin sem ég rosalega ánægður með og þá krakkarnir að fá að velja og þetta gert í samráð með skólan, hvað þið geta vala á milli. Það við höfum að nota þessa kennara sem í skapandi greinum, þannig að við höfum verið með myndlist, tónlist, það hefur verið smíðar, handavinna, heimilisfræði. Þetta hefur verið svona fyrstu 2 árin en eins og Vestmannaeyjum 3. árið, þá bættu við gólfi, af því að vorum með aðra kennt gólf og svo líka ekstra íþróttatíma. Við erum líka með hugmyndur að fá meira sterkari skák eins og við höfum séð í skólum í Íslandi hefur verið mjög vel í sumum skólum. Lindarskóli breytti þessu fyrsta árið og markmið verkefnis að efla líðan, efla árangur og efla áhuga. Og þeim myndi ég segja tóstað þessum frábæru kennurum í Lindarskóla og sérkennarinn sem heldur utan þetta og skólastjórinn. Þetta þarf að alltaf vinna saman. Þannig að í lok febrúar voru allir þessi krakkar í Lindarskóla í fyrsta bekk búin að brjóta lestrarkóðan sem bara alveg rosalega flott. Og það tíðkast ekki alls staðar? Nei, svo við erum með rannsókn í Noregi þá 28% sem brjóta ekki lestrarkóðan fyrsta árið. Í Vestmannaeyjum, þessi 3 ár þar, hafa allir undanþegið kannski einn aðili. Fyrsta árið voru 100% sem brjótu lestrarkóðan, annað árið 98% og þriðja árið 98%. Og þegar maður fer að skoða fræðinni í kringum lesturinn, og ég tala af alla þessa fremst og boðum til Íslands, Hækki Littinni kom hingað, var í viku, kom til Vestmannaeyja með þessa líka, Kate Nason, Maggie Snowling frá Oxford og svo síðast rúsin í pulsundunum, Stanislav Dehaene, sem með 880 vísindagreinar, einn af fremstu fræðimönnum heims
í brain and skill, sem heila og færni, og ég veit að hann fremstu því að ég þekki hans Moser sem fekk Nóbelsverðlaun, Edvard Moser, og hann skrifaði mail til mín mastersnemma sem var aðstofamanneski hans, og þá skrifaði hann bara Stanislav fremst í heiminum á þessu sviði. Það sá sem að kom hérna og var með erindi í Grósku. Já. Og hann var sem sagt í Þrándi með 2014 og það fyllti sal með 400 manns að tala lestur og stærðfræði út frá hans rannsóknum sem bara skoða hvað skeður í heilunum bara þegar þú lærir að lesa og þegar þú öðrast kunnátt í stærðfræði. Hvað eru lykilatriði þar? Og þegar við þess að hann kemur til, þannig að við erum búin að fá þessa fremstu fræðimenn heims til að koma og segja okkur, og bara fyrir mig var svo mikið að líka bara kynna þessu fólki og geta verið samskipti við og eftir á, bara til þess að finna hvar landi liggur. Hvað eru þessir fræðimenn í lestri að segja okkur og hvað eru þeir að leggja áherslu á? Og ég að lesa alla, eða ekki alla, með mikið að þeirra vísdagreinum og kveikju neistanverkefni lestrarnálgunni byggist á þessum vísindu þessara framúskarandi fræðimann. Og þetta fannst mér vera svo mikilvægur punktur, þannig að þess að mann nefnir hana síðast að við eigum að vera að nota bestu vísindi hverju sinni til þess að hámarka árangur, ekki skólakrakka sem heild, heldur hvers og einstaklings sem þjónustu þegar. Það að segja að krakki sem fer inn í skólakerfið komi sem best út miðað við þær forsendur sem að honum eru, af náttúru hendi gefnar, en líka bara til þess að reyna að móta út af því að þetta líka félagslegt. Ég held til dæmis núna ég í miklum samskiptum við formann lesblindrafélagsins og lesblindrafélagsins í heild. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Og þar hef ég einmitt verið að takast á við þá hvaða prósenta það sem eru lesblindir, hvort að lesblinda sé að einhverju leyti ofmetin, hvort hún sé ekki ofmetin, og við höfum verið svolítið að takast á við þetta. Sérstaklega varðar símanotkun, út af því að núna náttúrulega eins og lesblindir þurfa oft einhvers konar hjálpartækjum að halda, eins og það einn sem heitir speakreader, read speaker, stólum akkurat núna hvort það En þar hefur hann verið að reyna að koma svolítið að laggirnar, frábæri kerfi reyndar sem hefur að gera með það að nota hljóð í stað fyrir texta fyrir þá sem að þurfa á því að halda. En það sem líka vandinn að hann hefur líka, þess að Lesblindrafélag Íslands hefur líka þurft að þola ákveðna takmarkanir varðar öll þessi mál. Og mér þykir það líka mjög slæmt og óháð því hvort að tölur lesblindu séu réttar eða ekki réttar, þá breytir það því ekki að lesblinda stundum fyrir hendi, og þegar að fólk fær ekki þá hjálp sem að þeir þurfa, að þá þeir mjög líklegir til þess að lenda í einhvers konar skakkaföllum á lífsleiðinni. Og það sem með þetta í huga, að eins og þegar við erum með Hermund Sigmundsson, við erum með kerfi sem hjálpar fólki að læra að lesa
að þetta eitthvað sem að til frambúðar, eins og ég var að nefna með Sóleyju Kaldal, þetta til frambúðar hefur gríðarleg áhrif á það hvernig samfélagið þróast. Það að segja að fólk geti aflað sér og unnið úr þeim upplýsingum sem að fyrir hendi eru. Svo náttúrulega líka hægt að fara yfir í það að sumir eru með verra bakland heldur en aðrir og fá minni aðstóð heima, en þetta kerfi hefur líka sýnt fram á það að taki á þessum hlutum. Og sko eini svona, hvað ég var að segja, svona svarta boxið sem að ég einhvern veginn ekki alveg að skilja sko þrautseigja og segla kerfisins til þess að halda bæði ákveðnum þáttum varðar svona úrræði sem að Lesblindrafélagið hefur verið að berjast fyrir, en líka náttúrulega þetta kerfi sem að Hermundur Sigmundsson hefur verið að setja laggirnar, og ég næði ekki alveg hvaða sem að lætur sko kerfið í rauninni berjast á móti því, út af því að það verið að berjast á móti því. Og ég held sko, ef ég ætti svona að giska á það, sem kannski óábyrgt en ég ætla samt að gera, að þá það þetta með hvatana. Út af því að þegar maður hlustar á Hermund Sigmundsson að þá leggur hann stórkostlega mikla áherslu á það að ungir krakkar hafi hagsmuni af því að læra að lesa. Það að segja að þeim finni það með sjálfum sér að þeim langi að lesa. Hann leggur til dæmis mikið upp úr því að krakkarnir hafi val. Og ég minnir það að sé í Vestmannaeyjum þar sem að bókasafnið þar fór í mikið verkefni í því að merkja bækur barna eftir erfiðleikastigi. Og þar var hann að í rauninni vonast til þess að krakkar gætu með skilvirkum hætti fengið lestrarefni við hæfi. Og þar náttúrulega verið að staðsetja krakka í mismunandi flokka, ég held að hann hafi verið frá 1 upp í 4, og þá fékk krakkinn að velja úr lesefni við hæfi. Og hann fékk ekki bara ákveðna bók sem hann þurfti að lesa, heldur gat hann valið úr bókum. Og þarna kemur þetta hvatakerfi inn að krakkar eru miklu líklegri til þess að vilja vinna með manni ef að þeir hafa úr einhver að velja. Það að segja ef ég kem að krakka og segja, þú átt að lesa þessa hérna bók, þá til dæmis krakkar sem eru með mikinn mótþróa ólíklegir til þess að vilja gera það. Hins vegar ef ég segi hérna hefur úr að móða 40 bókum sem að þú getur valið úr og fengið heim með þér og byrjað að lesa, að þá hann miklu líklegri til þess að vilja takast á við það verkefni. Ég held að séu sko hvatarnir og það að skipta fólki upp í hópa sem að hefur verið svona helsta andstaðan. Út af því að þessi andstaða gegn Hermundi sem að, svo ég segja hann aftur, hefur sýnt fram á betri árangur heldur en öll þau kerfi sem hefur verið reynd á Íslandi eða prófið á Íslandi, að þá hefur hann mætt bara mikilli andstöðu. Og þetta það sem ég heyri meðal annars frá fólki sem vinnur innan kerfisins, þetta kemur frá kennurum, og þetta hefur að gera með það að það megi ekki flokka krakka niður í ákveðna hópa, út af því að þá ertu einhvern veginn strax komin í þessa mismunun. Og þetta svarta box sem ég var að tala áðan, ég held að það sé sko grunnundirstaðan að því af hverju það þessi andstaða fyrir hendi. Ég held að það sé út af því að við megum ekki flokka krakka eftir ákveðnum þáttum. Og sko það sem náttúrulega slæmt í því ekki bara að sko þeir sem að geta skarað fram úr skara ekki fram úr, heldur þá krakkinn sem að kannski stendur aðeins aftar og þarf á meiri aðstoð að halda, að honum samt ítt í einhvern svona meðalveg sem að allir eiga að þreyta, og hann þá ólíklegri til þess að geta tekist á við það verkefni. Hins vegar kveikjum neistan, þá ertu með verkefni sem að við hæfi í samhengi við getu. Og þetta það sem að Hermundur, eins og segi, leggur mjög mikla áherslu á. Hann með þennan svona skala sem hefur að gera með sko ástríðu ástríðu svona skalan. Það að segja að hæfni og verkefni þurfa að fara saman. Út af því að ef að þú ferð of langt í til dæmis aðra okkur áttina, það til dæmis með krakka sem fullfær að lesa og hann fær allt of einföld verkefni, þá mjög ólíklegt að hann vilji takast á við það verkefni að komast gegnum bókina. Hins vegar að þú ert með verkefni við hæfi fyrir þann einstakling,
að þá er hann miklu líklegri til þess að vilja takast á við það út af því að það nær ákveðnu erfiðleikastigi og hann vill þá lesa það. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem að það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Hins vegar ef þú til dæmis með krakka sem stendur aðeins aftar og nær ekki kannski að komast í gegnum ákveðin texta, að strax og hann orðinn of erfiður þá hann enn ólíklegri til þess að vilja takast á við það verkefni. Þannig að það sama hvort að einstaklingurinn sé kannski stendur framar eða aftar, að ef þú ert bara með einhvern milliveg þá mjög ólíklegt að þú fáir þann krakka til þess að vilja, eða barn, ég veit ekki hvort ég kalla krakka, ég bara svo vanur að kalla krakkana í boxinu krakka, en þá ertu ólíklegri til þess að fá hann til þess að vinna með þér. Og núna náttúrulega höfum við verið að keyra í gegn alveg stórkostlega skaðlegt og bara einkennilegt kerfi sem heitir skóli án aðgreiningar. Náttúrulega eitthvað sem allir sjá mjög bersýnilega að var aldrei að fara að virka, en hins vegar miðað við þá svona umræðu en svona samfélagsþróunir varðar ýmis mál að þá hefur náttúrulega ekki mátt aðgreina neina hópa og það sem hefur náttúrulega gerst að krakkar sem eru með sérþarfir og þurfa á meiri þjónustu að halda hafa bara verið slengt inn í bekk þar sem umsjónarkennarinn hefur náttúrulega enga getu til þess að takast á við það verkefni, bæði út af því að hann ekki með sérþekkingu á þessu sviði en einnig út af því að hann með 20 aðra krakka þar sem að þessi sem með sérþarfir þarf miklu meiri athygli. Og þetta kemur náttúrulega niður á þeim krökkum sem að fyrir hendi eru. Það að segja krakkinn sem með sérþarfir, hann fær ekki nægilega mikla athygli. Krakkarnir sem ekki með sérþarfir fá ennþá minni athygli út af því að það of mikil hlutfall af þeirri athygli sem að fer í krakkan sem samt sem áður ekki að fá nægilega góð þjónustu. Og umsjónarkennarinn fer náttúrulega bara í einhverja kulnun út af því að hann settur í fáránlegar aðstæður. Og hann nefnir hann Hermundur sem náttúrulega tölur sem ég held að hafi farið upp síðan þá að 30% kennara hafa á einhverju tímapunkti farið í kulnun. Ég náttúrulega með mínar skoðanir á kulnun eins og allir vita en hins vegar þá þetta eitthvað sem að út af því að þetta kemur að ofan frá einhverjum fólki sem með mjög sérkennilega hugmyndafræði það að tala það að það megi ekki mismuna hópum, þetta mismunun. En mismununin hefur raunverulega með það að gera að þessum krökkum sem eru með sérþarfir fá ekki þá þjónustu sem að þeir eiga rétt á og þurfa. Kennarinn settur í fáránlegar aðstæður þar sem hann ekki með sérþekkingu á því hvernig á að takast á við krakkar sem eru með sérþarfir og í ofanalag á hann líka að geta skilað af sér krökkum í gagnfræðaskóla eða framhaldsskóla sem eru í stakk búnir til þess að takast á við þau verkefni. Þannig að allir eru í raun að tapa. Og ég man nú eftir því að það voru foreldrar sem voru meðal annars að segja að þetta væri mjög slæmt fyrir það barn sem að þau ættu út af því að þeirra krakki væri með ákveðnar sérþarfir. Ég veit ekki hversu mikið hefur heyrst í svona foreldrum almennt út af því að allir voru svona já, ég meina þetta örugglega rétt út af því að við erum í einhverju stanslausari framþróun það að vera útrýma einhverju mismunun ákveðina hópa en þeir sem voru að keyra í gegn þetta kerfi og þeir sem eru enn þann dag í dag að tala fyrir þessu kerfi þurfa ekki að takast á við kostnaðinn fyrir en reynda seint og síðar meir þegar við erum allt í einu komin með stóran skara barna sem eru ekki í stakk búin til þess að komast í gegnum mjög einfaldan texta. Og ég veit, eins og segi, það svo margt þetta að segja, ég man að Sverrir Norland var til dæmis að segja frá því að það væri mjög sérkennilegt að það væri ekki búið að gefa út úlingabækur í lengri tíma og þar af leiðandi væri það náttúrulega slæmt fyrir alla sem vildu lesa slíkar bækur sem eru þá úlingar. Og ég man eftir einu viðtali, ég var í fréttum vikunar á Rás 2 fyrir 4-5 mánuðum
man það ekki nákvæmlega, og þar var ég með Margréti Tryggvadóttur og ég vissi reyndar ekkert ef við værum að fara að tala rithöfunda, en einhvern veginn þá fór þetta alltaf snúast það, fór að snúast listamannalaun og sérstaklega þá sko laun rithöfunda sem eru innvinklaðir inn í það. Og þar sagði hún bara að það væri svo mikilvægt að rithöfundar fengju hærri laun fyrir það að sinna sinni vinnu frá hinu opinbera. Ég sagði bara, viltu ekki bara selja fleiri bækur? Er þetta ekki eitthvað sem að hinn frjálsi markaður getur í rauninni sinnt? Og hún sagði nei, þetta svo lítið málsvæði og annað, og það svo sem aðeins önnur umræða. Það bara eitt sem að stakk mig sem hún sagði. Að hún sagði að eina leiðin til þess að selja mikið af bókum væri til þess að skrifa bækur sem að hentuðu miðaldra konum. Og af hverju var það? Það var út af því að miðaldra konur væru þær sem að keyptu bækurnar. Og þá benti ég á það, út af því við erum að tala svona úlingabækur og lestur ungmenna, að ég benti á það, ok, en þá ertu svolítið samt búin að búa til svona sjálfskapaðan vítahring, þar sem að þú segir, heyrðu, krakkar eru ekki að lesa og þar af leiðandi ætla ég að hætta að skrifa bækur sem að krakkar eru líklegir til þess að lesa. Og þetta svolítið hænan og eggið svona hvort kemur á undan, út af því að hún segir þannig, heyrðu, ég bara þarf að skrifa bækur til miðaldra kvenna út af því þær eru þar einu sem að kaupa bækurnar, en eru kannski bara miðaldra konur að kaupa bækur út af því að það bara skrifað til þessa hóps. Sérstaklega náttúrulega þegar maður setur þetta út, setur því samingi við áhyggjur Sverris Norrlands, þar sem hann bendir á að úlingabækur eru af skornum skammti. Af hverju ættu þá úlingar að vera að kaupa bækurnar? Þannig að, eins og segi, ég get ekki fullyrt það hvernig þróunin nákvæmlega var í þessum efnum, en hins vegar þá erum við náttúrulega búin að játa okkur svolítið sigruð ef að rithöfundar ætla bara, og sérstaklega þegar við erum með þetta styrktarkerfi varðar listamannalaun og rithöfundalaun, að þá erum við svolítið búin að játa okkur sigruð það að krakkar séu ekki að fara að lesa, og sérstaklega þá ungmenni, ef að bækur sem að henta þeim hópi verði ekki skrifaðar út af því að þú ert búin að ákveða að þau eru ekki að fara að lesa þær. Það svona, eins og segi, maður veit ekki alveg hvort kemur þannig á undan, ég get ekki alveg fullyrt það, en mér þótti þetta svolítið sérstakt. Og sko, annað í þessu náttúrulega bara þeir svona einstaklingar sem hafa töglahaldir innan kerfisins, svo ég komi aftur inn á það. Og það ákveðið svona viðhorf þeirra til dæmis sem eru kennarar eru ofta að sko, lýsa sjálfum sér sem einhverjum aktivistum. Það stórkostlegt svona áhyggjuefni að mér finnst. Ég til dæmis hef sagt það hérna áður að ef ég að láta barn af hendi til þess að þreyta þrautir skólagöngu, að ef að þú ætlar að skila barninu af þér eftir 10 ára nám án þess að það geti lesið, að þá berð þú náttúrulega ábyrgð á því. Já, þú getur sagt að skjátími, breyttur heimur, allt dót, en hins vegar út af því að við erum með Hermund Sigmundsson og út af því að við erum með Kveikjum neistan og út af því að við erum með fólk sem vil raunverulega einbeita sér að þessu verkefni, að þá getur þú ekki bara sagt við mig, hann kann ekki að lesa út af því að skjáir eru til. Skjáir hafa lengi verið til og já, það þarf menningarlega að takast á við skjátíma barna, en hins vegar að þá getur kerfið ekki á sama tíma sagt við mig, heyrðu, þetta Kveikjum neistan batteri, þetta bara einhver della. Kveikjum neistan hefur bara sýnt fram árangur hjá þeim sem eru útlendingar, hefur sýnt fram árangur allstaðar þar sem það prófað. Ég veit ég að segja þetta í 7. skipti, en það verður að hamra þennan punkt, því að það kerfi sem við erum með í dag, þar sem þetta snýst einhvern jöfnu, þetta snýst einhverja hugmyndafræði, þetta snýst einhvern aktivisma. Ég til dæmis bent á það hérna áður, af hverju var það bara samþykkt að krakkar ættu 20% af sínum tíma í svona skólagöngu lengra skeið árið 2019 til þess að fara fyrir utan Alþingi, að öskra á alþingismennum það að gera eitthvað í loftslagsmálum þrátt fyrir það að við varum 85% endurnýjanlegri orku. Hvernig gat það gerst? Á hverjum föstudegi fóru krakkar og öskruðu fyrir utan Alþingishúsið í stað þess að vera að reyna að læra að lesa. Hvernig getur það verið samþykkt
af sko skóla yfirvöldum út af því að það náttúrulega skóla yfirvöld sem að ýta þeim út í þetta og við vorum alltaf með stórkostlar áhyggjur af því að krakkar hefðu svo mikinn kvíða og krakkar væru svo mikið hitt og þetta á sama tíma við vorum að segja þeim að heimurinn væri að farast út af því að við verðum ekki búin að slökkva á álverunum hérna. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægis stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Þetta er eitthvað sem að þarf alveg að horfa á í samhengi við þetta því að það er svona hugmyndafræðileg della sem hefur verið leyft að taka yfir alla samfélagsumræðu og ég persónulega held að það sé stærri þáttur í því að krakkar séu ekki að læra að lesa. Ég hef náttúrulega spilað fyrir ykkur áður, ég ætla ekki að gera það núna þegar Neil Ferguson talar það hvernig University of Texas, UTX, er að takast á við þetta þar sem hann er einfaldlega að segja að skjáir ættu ekki að vera innan skólalóðina, þar að segja að the cloister eins og hann kallar það, þar sem það er ákveðið rými, þar sem engin raftæki eru, heldur þurfa fólk að takast á við verkefnin með einmitt vitsmunalegri getu sem að gera þið náttúrulega miklu betur kleift og betur stakk búin til þess að takast á við verkefni með raftækjunum. Þar að segja að þú þarft ekki raftækin hverju sinni til þess að takast á við og fara í hverskins úrlausnarefni, heldur ertu miklu betur stakk búin að þú getur það án þess og í ofanalag hefur það svo úr því að móða þegar þú ferðið yfir á vinnumarkaðinn. Þá ertu miklu betur stakk búin til þess að takast á við þau verkefni frekar heldur en krakkar sem að skilja ekki einu sinni af hverju hlutinir eru eins og þeir eru. Það er að segja ef að krakki fer í starffræðitíma og annar er með gervigreind og bara tölvu og hinn þarf að takast á við verkefni með hausnum, ef að þú leggur svo verkefni fyrir sama krakka síðar meir, hvort heldur þú að krakkinn sem að hafði ekki gervigreindina verði betur stakk búin til þess að takast á við verkefni lífsins eða krakkinn sem hafði gervigreindina alltaf við hlið? Það er svo augljóst svar. Og þetta er annar svona kerfislegur þáttur þó hann sé aðeins öðruvísi heldur en með kveikjum neistan. En við getum ekki haldið áfram að horfa fram hjá því að við erum með betra kerfi heldur en það kerfi sem við erum að notast við í dag. Og það sem hefur náttúrulega verið ótrúlegt og reynda Páll Magnússon sagði þetta, ég nenni nú ekki að finna bútinn, en hann sagði nákvæmlega eitthvað á það leið þegar hann var í bítinu hjá Lilju og Heimi ásamt Vigdísi Hauks, þar sem að þau voru nákvæmlega að ræða þetta, að Páll Magnússon bara skildi ekki hvernig skólayfirvöld og reynda bara samfélagi heild gat hort framhjá árangri Hermundar Sigmundssonar og Kveikjum neistan í Vestmanni. Hvernig getur það hafa gerst að við vorum með kerfi í lengri tíma sem var miklu betra en það kerfi sem við erum með í dag til þess að takast á við verkefni sem varðar allt skólastarf og við bara horfum framhjá því. En eins og segi, sko, þú veist, maður getur eitthvað að vera að væli við því og kvarti við því að þetta var ekki nákvæmlega eins og ég vildi hafa það, en ég menna, það er allavega mjög jákvætt að Inga Sæland, kemur pínu óvart að það hafi verið hún, ég ætla að viðurkenna það, en hún er með bein í nefinu og ef henni tekst að gera þetta, það er náttúrulega eins og með öll önnur svona réttrúnaðar, þetta er réttrúnaðarmál, að þá náttúrulega var alveg fyrir séð að á einhvernum tímapunkti myndi Kveikjum neistan verða ofan á. Og ég sagði það nú einhvern tímann við Hermund Sigmundsson að hann mætti náttúrulega alls ekki missa trúna út af því að það er bara óumflýjanlegt að betri kerfi verði ofan á.
þrátt fyrir, eins og segi, seglu og þrautsegju kerfisins sem að reyndar hefur komið mér stórkostlega á óvart undanfarin ár, hversu sterk og hversu sterkt, mikið svona vald í rauninni innan menntavísindasviðs og á öðrum sviðum. En það var alveg óumflýjanlegt að þetta myndi koma til með að gerast út af því að það ekki hægt að horfa framhjá árangri bara, endalaust án þess að það hafi stórkostleg áhrif. En bara svona aðeins til að, út af því að það eitt í þessu, ég var að hlusta á vikulokin þar sem að Guðveig Lind, ég veit ekki alveg hver þetta hún innan kerfisins og hún held ég stjórnmálamaður. Ég veit ekkert fyrir hvaða flokk eða hvar. Hún einhvers staðar á sveitarstjórnarstiginu, ætlar að stiga til hliðar eftir einhvern langa tíma. Ég var allavega að hlusta á þetta í vikulokunum og ég ætla ekki að fullyrða og reynda bara alls ekki. Hún myndi örugglega ekki taka undir það sem ég að segja, en aftur á móti þá sagði hún eitt í þessu viðtali í vikulokunum á laugardaginn, 13. dag, þannig að laugardaginn síðasta, að og það þriðjudagur, þannig að þetta verið nokkru dögum. Þar sagði hún eitt sem að mér þótti svolítið áhugavert. Ég ætla að spila fyrir ykkur þennan stuttabút og út af því að hann kann að hljóma eins og hann sé þessu máli óviðkomandi, en út af því að mér langar svolítið að negla hann punkt með kerfið og segluna innan þess. Ég ætla að spila fyrir ykkur hennar bút og svo ætla að ræða það við ykkur. Hef ég bara svona áhyggjur af hlut og skilning á svona atvinnumálum og öðru á landsbyggðinni þegar kemur að þessari ríkisstjórn og ég verð bara að segja, ég vorkenni líka alltaf starfsmönnum og embættismönnum ráðuneyta að vissu leyti þegar svona mikla hrókeringar eiga sér stað. Þetta er alveg svona, held ég, þungt fyrir starfsmenn þegar það að koma nýjir ráðherrar einhvern veginn á færiböndum inn í ráðuneytin. Það verið að splitta upp ráðuneytum út af einhverju hugmyndafræði, einhverja einstaklinga. Ég get tekið sem dæmi að allt í einu eru núna skipulagsmál, sveitarfélag og húsnæðismál komin inn í félagsmálaráðuneytið sem bara mjög sérstakt. En jú, þetta þetta maður vonar það besta, það ekkert annað. En við verðum þarna hún náttúrulega að tala ráðherrakapal Flokks fólksins sem að ég hef alveg líka skilning á að sé svolítið svona sérkennilegur og þetta það svona ýmislegt búið að ganga á, það nú ekki mikið liðið á á kjörtímabil þessarar ríkisstjórnar, en það sem að mér þótti svolítið og stakk mig svolítið þegar ég heyrði það var, og ég veit ekki hvort hún var að meina það, en ég veit aftur á móti að þetta ekkert svona svakalega frábrugðið því viðhorfi sem maður oft heyrir frá þeim sem að vinna innan embættismanna kerfisins. Þar sem að hún einmitt að segja þarna koma einhverjir ráðherrar og það verið að skipta ráðherra og það náttúrulega bara getur tekið á. Þetta náttúrulega bara verkefni að vinna innan ráðuneytisins, en hún segir þannig að það einhverjir ráðherrar sem eru að koma og fara og það náttúrulega bara rosalega vorkunn gagnvart embættismönnunum og því að þarna kemur bara einhver einstaklingur með einhverja hugmyndafræði og fer að breyta hlutunum í samræmi við það og svo bara eitthvað fólk svona fyrir hugmyndafræði embættismannanna. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En athugum það að þarna ertu að tala kjörna fulltrúa
sem eru fengnir þarna inn út af því að þeir hafa lýðræðislegt vald til þess, þar að segja þeir koma í umboði kjósenda og eru sem sagt að fara að ýta svona úr vör þeim verkefnum sem að svona ef allt eðlilegt þeirra kjósendur vonast til að verði ýtt úr vör. Og það ekki þannig að embættismenn geta gengið að því vísu að þeirra hugmyndir það hvernig hlutinir eiga að vera þurfi að vera aðlagað að, eða að segja að sko hugmyndir ráðherra sé aðlagað að embættinu. Og ég reyndar sko til almennt sé að það sé ekki þannig, ég held að það reyndar sagt að það tekur kannski svona 18 mánuði fyrir það, eða fyrir eða reyndar styttri tíma, það var talað að Milton Friedman sagði að það tekur 18 mánuði fyrir forseta að verða húsvannan, en það talaði 6 mánuði þar sem að ráðherra orðinn húsvannur og farin að gera það sem að í rauninni ráðuneytið vill. En þetta viðhorf að sko kjörnir fulltrúar sem að koma með umboð frá almenningi séu bara eitthvað svona fólk sem svona nánast fyrir ótrúlega einkennilegt viðmót gagnvart því hvernig lýðræðislegir ferlar eiga að virka. Og ég vorkenni ekki embættismönnum sem að þurfa einhvern veginn að breyta til út af því að nýjir ráðherrar koma inn í ráðuneytið. Mér þykir það að vera mjög einkennilegt viðhorf að horfa á þessa kjörnu fulltrúa sem einhver svona viðhengi við ráðuneytið sem eigi einhvern veginn að venjast því hvernig ráðuneytið eigi að starfa. Og já, ég alveg ekki hrifinn af því hvernig Trump að fara með stofnanir og Trump að fara með viðmið og Trump að fara með annað. En hins vegar þetta það sem að fólki kaus og hann náttúrulega mun bera ábyrgð á því í krafti þess að hafa verið kosinn af sinni þjóð. Og ég veit alveg að svona einhverjum þykir svona Inga Sæland vera eitthvað trumpísk í því að geta tekist á við þennan vanda varðar skólamálin. En ég held að langsamlega flestir vilja í rauninni ýta úr vör þeim breytingum að ef að við erum með betra kerfi sem betur í stakk búið til þess að takast á við það að kenna börnum að lesa sem að verður sífellt varhugaverðari. Það að segja að núverandi kerfi bara búin að sýna fram á það að það beri ekki árangur, að þá að sjálfsögðu vill örugglega almenningur það. Það á ekki að horfa á þetta sem einhvers konar svona aðgerð sem gerð í óþökk embættismanna og þar af leiðandi þetta einhvern veginn slæmt. Sama gildir svolítið menntavísindasvið þar sem að svona ákveð, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig ég orða það út af því að það náttúrulega, ég held að sko, Tom Nichols hafi haft rétt fyrir sér að á fyrra kjörtímabili Trumps að þá hafi orðið svona samfélagsþróun sem að var slæm varðar það hvernig þú ert með sérþekkingu og að sérfræðingar séu rauninni jákvæðir, en hins vegar að þá þykir mér eins og í þessu að sérfræðingar að eftir því sem þeir hafa ofta rangt fyrir sér að þá á það að hafa áhrif á það hversu mikið vægi þeir hafa á hverskins umræðu. Og í þessu samhengi getum við náttúrulega nefnt menntavísindasvið sem að hefur sýnt fram á það að ef þeir ekki í einhverjum hliðastörfum í aktivisma að öskra niður aðra prófessora að þá eiga þeir að sko þurfa að þola það að þegar þeir sýna fram á verri árangur og meiri aktivisma og meira að einbeita sér að verkefnum sem þeir eiga ekki að vera einbeita sér að þá minna hlustað á þá. Og líka bara í ofanalega, einhver meiri sérfræðingur í þessum málum heldur en Hermundur Sigmundsson? Hefur einhver sýnt fram á betri árangur? Nei, það hægt að slá því föstu að enginn hefur sýnt fram á betri árangur. Af hverju erum við þá ekki að hlusta á okkar fremstu sérfræðinga? Það eitthvað sem hefur ekki verið fyrir hendi og það slæmt, en hins vegar að þá held ég að það horfi til betri vegar. Það náttúrulega, sko, lífskjör hér að fara að verða verri. Ég held að það verði meira óþol gagnvart svona þessari dellu og að það einhvern veginn að kerfi sem að bersýnilega ekki að virka geta einhvern veginn bara svona lullað áfram. En við sjáum svo sem til hvernig það nákvæmlega fer. Ég mun birta hana þátt, ég veit ég búin að lofa ykkur því að birta allt fyrir hádegi klukkan núna 10:17.
þannig ég ætla að reyna eins og ég get að römba þessu af. Ég á nefnilega fund klukkan 11 og svo Björn Jón Bragason og Agnar Tómas Möller að koma í þátt núna á eftir. Þannig að ég ætla að reyna að römba þessu af eins fljótt og ég get, þann kemur mögulega 4 þátturinn. En ég afsaka það bara, ég vil temja mér að koma honum út fyrir hádegi, en það eru svolítið svona öðruvísi aðstæði núna. En ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube, þá máttu endilega gera subscribe á þessa rás, eða þá ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu. En að sjálfsögðu vil ég hvetja þig til þess að fara inn á partus.is/einpæling, þar sem þú getur fengið allt þetta efni og efni hlaðarsins Einpæling samdægurs. Og já, langt á undan öllum öðrum. Það er eins og segi, þessi þættir alltaf gefnir út nokkrum, það er að segja viku síðar, þannig að þú ert ekkert með á nótunum ef þú ert ekki með áskrift á partus.is/einpæling. En þú ert að sjálfsögðu líka að styðja við það að ég skapi þetta efni og ég vil koma sérstökum þökkum eins og vanalega til minna áskrifenda og ég vona innilega að þið hafið það gott og þið verið góð við hvort annað. Takk æðislega fyrir að hlusta og þangað til næst.